Við ætlum að halda áfram og eitt af hlutverkum jafnvægisvogarinnar er að hvetja fyrirtæki eins og fyrr segir að jafna hlutfall kynja. Og ég ætla að byrja upp á byrjun. Eitt af verkefnum jafnvægisvogarinnar hefur verið að hvetja fyrirtæki, sveitarfélög og opinbera aðila til þess að skrá sig til þátttöku. Það felst í því að þau skrifa undir viljayfirlýsingu þess efnis að þau heiti að vinna að markmiðum jafnvægisvogarinnar til næstu ára. Á síðustu ráðstefnu hefðu alls 152 aðilar skráð sig til þátttöku en eru í þessum töluðu orðum orðnir 209 talsins og hefur því fjölgað 57 frá því á síðustu ráðstefnu, sem er nú býsna gott. Við viljum taka stutta stund til að kynna alla þá aðila sem að tóku ákvörðun að setja jafnrétti ofarlega og gengu til liðs við verkefnið. A4, Alvotech, Atnorð, Austurbrú, Bananar, Bílaleiga flugleiða Hertz, Bílaumboðið Askja, Blue Lagoon, Brandenburg, Carbfix, Crayon Iceland, DK Hugbúnaður, Einingaverksmiðjan, Elkem Ísland, Eyrir Invest, Fasturs, Fjallabyggð, Fjarðabyggð, Hafrannsóknarstofnun, Háskólaiðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið, Háskólinn í Reykjavík, Heilbrigðisstofnun Austurlands, Hirslan, HS Orka, Hvíta húsið, Indó Sparisjóður, Íslenskir aðalverktakar, Landsvirkjun, Ljósleiðarinn, Mannvit, Maven, Menningar- og viðskiptaráðuneytið, Miklatorg, IKEA, Norður Orka, Norvik, Orkan, Orkusalan, Óskar Lífæð Heilbrigðis, Ósar, Reyrverk, Reykjafell, Saltpay, Samband íslenskra framhaldsskólanema, SÁÁ, Síminn, Skrifstofa Alþingis, Stjórnvísi, Stokkur Software, Takikal, Tandur, Tryggingastofnun, Umhverfisstofnun, Vegagerðin, Veitur, Virtus, Ölfusborg, Ölgerðin Egill Skallagrímsson, ÖSP Líftryggingafélag,